það núna síðasta skrefið í þessum væng. Við þurfum að taka þetta hér, þetta er vængendinn, 12x19 og við þurfum að líma hann hér á og forma hann aðeins til. Ég er búinn að pússa þetta eins slétt eins og ég tel mig geta náði og nú ætla ég bara að athuga þetta á svona. Þá kemur límið hér og ég ætla að nota þykkt sekundulím á þetta. Þessi flaska er að vera tóm þannig að það gengur hálf illa að ná úr henni. Svona. Og maður getur nuttað þessu aðlítið til svona rétt á meðan. Athuga að þetta sitji rétt og leyfa því þá að harðna. Maður getur náttúrulega sprauta svona til þess að halda þessu. Og hérna megin. Athugið eitt að vængendinn nær ekki jafn langt fram eins og vængframbrúnin. Það er allt í lagi vegna þess að við þurfum hvort þið er að rúnna hérna endan og þetta fer í burtu. Nú er ekki úr vegi að skoða aðeins teikninguna og ef við kíkjum hérna á þá sjáum við að hérna verður rúnnað, afturbrúnin hérna er alveg bein og kantarnir á þessu eru örlítið rúnnaðir. Þannig að við þurfum að fara smávegis með sandpapír á þetta til þess að laga þetta aðeins til. Þá er ágætt að byrja bara á stóra fína kubbnum. Færi þetta hérna aðeins til og tek hérna þessa skrýtnu hreyfingu á þetta. Svona. Sjáðu. Þá nærmaði þessu fallega rúnnuðu hérna. Síðan á að rúnna bara kantana hérna og það getur við gert bara með lausum sandpapír. Það þarf ekki að vera með þarna púsukubba í. Svona, þá er vængendinn svona það bil formaður eins og hann þarf að vera. Nú á sjálfsögðu eftir að pússa þetta aðeins meira til og gera þetta fallegt. Það eina sem við eigum eftir núna, samkvæmt síðasta skrefinu, er að stytta hallastýrið. Það er hér og það er það bil, við höfum smá bil á þetta, það var það bil sentimeter of langt. Hérna. Þannig að ég ætla að bara merkja hérna svona hérna er að reyna að halda reitskeiðinni hérna við og það kemur nefnilega örlítið út hérna. Svona. Þetta ætti að vera í fínu lagi. Þá er bara að saga, ágætt að hafa hérna smá spýtuköf undir. Saga þetta niður. Svona. Þá er hallastýrið komið eins og það þarf að vera. Kannski mætti hafa örlítið meiri bil hérna en þetta er alltaf leið. Við eigum hvort þeir eftir að pússa smávegis. Og við þetta er tínum með blýantinni hérna. Við þetta er skref 40 búið.
Og núna þarf ég að fara tilbaka í skref 26 og smíða hægri vænginn. Þetta er vinstri vængurinn. Nú vantar mig hægri vænginn. Ég geri ekki ráð fyrir að þið nenni að horfa á það allt saman í mynd aftur. Svo að ég ætla nú bara að gera hlé á upptökum þangað til að hægri vængurinn er tilbúinn.